Amen. Verið hjartalega velkomin hérna þennan fallega sundagsmorgun. Það fer að birta heldur betur til. Þegar maður vaknar á morgnana klukkan 6 við birtu þá sumarið að fara að koma, ekki satt? Við ætlum að lofa Guð hér í dag, við ætlum að blessa nafn hans og við ætlum að syngja saman lagna sem heitir Bless the Lord oh my soul. Ekki að standa á fætur. Við skulum standa á fætur og við fáum að sitja nóg hér og eftir. Það er að byrja ný röð, eða ný, ég var að segja, kennsla þennan mánuðin og mjög spennandi framöndan tímar, góði tíma framöndan. 5 sunnundagar sem við fáum þennan mánuðin, græðum 1 sunnundag, þannig að við fáum 5 kennslur heilan anda, ekki satt? Amen. Syngjum saman Bless the Lord oh my soul og annars ykkar leiðar ykkur. Ef þið þekkið ekki þá lærið þetta eins og skot. Nú er engin hljómsveit, engar trommur, engin hávaði. Nú syngjum við með í salnum og klappum saman. Nú skulum við bara spila trommur með höndunum. Og klappið. Svona. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Praise His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Praise His holy name. The Lord is good. The Lord is good. He reigns forever. He reigns forever. His mercy His merciful. Bless His holy name. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Praise His holy name. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Praise His holy name. The Lord is good. The Lord is good. He reigns forever. He reigns forever. His mercy He's merciful. Bless His holy name. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Praise His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Praise His holy name. Nú held ég að Salur sé komið með þetta. Jú, þá Salur með okkur. Og svo þið. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Praise His holy name. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul. Praise His holy name. Amen. Þetta getið þið. Nú heyri ég vel í ykkur. Eins og ég segi, nú er ekki eins mikið að hljóðfærum á sviðinu, þá heyrist meir í ykkur. Og nú skulum við eldur betur notfæra ykkur það hér í dag. Hljóðfærarleikarnir eru sumir út víðan öll, út í útlöndum og fleiri stöðum. En við ætlum að syngja næst sálm sem að er ómissandi í byrjun sumars, sem er dýrð, heiður og lof. Við skulum syngja það saman. Heiður og lof, þér Guðs heilagi son, þú hjálpræði allra og mannanna von. Halleluja, þín er dýrðin, halleluja, amen. Halleluja, þín er dýrðin, halleluja, amen.
Nú ætlar hann Hafliði að lesa hér í upphafi og biðja með okkur. Við skulum bara standa áfram í virðingu við Guðs orð. Komið sæl og til hamingju með þennan yndislega dag. Þið vitið hvað dagur er í dag? Er það ekki? Þetta er ekki bara 3. maí, þetta er líka dagurinn sem að Drottinn hefur gjört og við höfum ástæðu til þess að fagna og gleðjast. Amen. Og ekki bara út af sólinni, heldur út af samfélaginu til þeim sem að við eigum hér í dag. En fyrst og fremst vegna þess að Guð er góður og miskunn hans varir aldur og ævi. Trúum við því? Amen. En við þurfum hjálp. Og núna þennan mánuðin ætlum við að tala um hjálp heilags anda og mér langar að lesa nokkur vers úr fyrra bréfi Páls til Korintumanna frá 2. kafla og það segir Páll: þegar ég kom til ykkar, systkin, og boðaði ykkur leyndardóm Guðs, gerði ég það ekki með háfleiri mælsku eða speki orðum. Þegar ég var með ykkur, ásetti ég mér að hafa ekkert í huga annað en Jesúm Krist og hann krossfestan. Og ég dvaldist á meðal ykkar í veikleika, ótta og mikilli angist. Orð mín og boðun studdust ekki við sannfærandi vísdómsorð. Ég treysti sönnun og krafti Guðs anda. Trú ykkar skildi ekki byggð á vísdómi manna, heldur á krafti Guðs. Svo þetta er serían sem við erum að fara inn í núna heilagan anda og mín bæn hefur alltaf verið þessi, að við mættum aldrei fara frá þessum stað. Að það sem við boðum, það sem við kennum, það sem við tölum og það sem við segjum, að það sé alltaf byggt á krafti Guðs. Amen. Skulum biðja saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir þennan dag í dag, fyrir nýjan náðardag sem að þú hefur gefið okkur. Ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þetta er dagurinn sem að þú hefur gjört og við viljum, Drottinn, opna fyrir allt það sem að þú vilt við okkur tala. Við biðjum, Drottinn minn, að allt sem fer fram hér í dag, öll lofgjörð, tilbeiðsla, Drottinn minn, bæn, öll prédikun, Drottinn minn, hún megi fá að vera eins og sáning sem að fellur í góða jörð, Drottinn, að jörðin, að hjarta okkar og hugur sé eins og plægt og jörðin opin til þess að taka á móti því sem að þú hefur að gefa. Og þar megi það falla í góða jörð og bera góðan ávöxt. Drottinn, viltu mæta einu og sér hverju? Þú veist hvað við komum með hingað inn í dag. Drottinn, sumir koma með gleði og fagnandi þessu góða veðri eða fagnandi góðum hlutum sem er að gerast í lífið þeirra. Aðrir koma, Drottinn, beygðir vegna þess að það er eitthvað sem er að gerast, Drottinn, eitthvað sem að þyngir og við viljum fá að lyfta öllu þessu upp til þín. Bæði gleðinni, Drottinn, eins byrðinni og baráttunni. Við biðjum þig að koma með lausn. Við biðjum þig, Drottinn, að veita þína von, Drottinn, þinn frið, þinn styrk og þinn mátt inn í allar kringumstæður, Drottinn, þína lækningu, þar sem að fólk er þjáð og er að takast á við líkamlega eða andleg mein, Drottinn minn, og við lyftum upp öllu til þín. Í trú og trausti til þín, Drottinn, að þú mætir, að þú svarir, að þú leiðir, að þú umvefjir, Drottinn, og að þú hjálpir okkur einu og sér hverju. Drottinn, þess biðjum við í Jesú nafni. Og allur líðurinn sagði Amen. Hvernig var að heilsa svona 2-3 og biðja þeim blessunar Guðs? Drottinn blessi þig er eitthvað sem við þurfum öll á að halda í dag. Já, það er svo sannlega gott að byrja sunnudagsmorgnana hér í kirkjunni, en það er nóg framundan hjá okkur í kirkjunni. Við skulum fá okkur sæti bara, þau eru búin að faðma alla í kringum ykkur. Það er gott að bjóða fólki velkomið og brosa til þeirra. Það er svolítið heiður fyrir mig að segja frá því hér á föstudagskvöldi, þá verður stór samkoma hér. Því miður verð ég víðsfjarri sjálfur, ég verð í Svíþjóð að syngja þar reyndar í Hvítasunukirkjunni í Stokkólmi, ég sagt frá því hér áður. En á föstudagskvöldi þá verður haldin hér hátíðarsamkoma og ég hvet ykkur að mæta. Það eru bræður okkar og samstarfsvinir mínir í Hjálpræðisherinn sem halda upp á 120 ára afmæli Hjálpræðisherins á Íslandi og þá verður hér hátíðarsamkoma, heilmikil dagskrá og kostar að sjálfsög ekkert inn og þau eru hjartalega velkomin hér klukkan 8 á föstudagskvöldi. Klukkan 7, já, það er rétt. Það stendur hér klukkan 8, það er rétt, það er búið að breyta, það er klukkan 7. Og svo aðeins lengra aftur í tíman, ég reyndar á laugardagskvöldi síðan, þá verða Jesú konu með svona síðasta hittingi sinn hér í Fíladelfíu. Líka, er ekki klukkan 8? 7:30. Munið þetta, þið verður fara bara á netið að skrifa þetta hjá okkur, þið kannski munið þetta alveg. Og síðan að sjálfsög alla sunnudaga hér er samkomur í
maí og á hvítasunnudag sem 24. verður skírn hérna og ef það einhver sem ætlar að sér að taka skírn þá getur hann haft samband til skrifstofuna því að það verður skírnafræðsla hér 20. maí á miðvikudegi og hvet ykkur til sem ætlar að taka skírn að drífi í því núna. Flottur tími á hvítasunnudag, hvenær er annars flottur dagur? Og svo ef ég bendi líka á uppáhaldsdagi minn í mánuðinum sem er afmælisdagur minn 28. maí, þá er ekkert að gerast. En ég ætla að bjóða ykkur öllum daginn áður á tónleika hér í kirkjunni. Þið vissið þurfa að kaupa ykkur miða, ég ætla ekki að bjóða ykkur. Þá verður Undercrowds tribute tónleikar, miðarnir fara hratt út, þetta er númeru sæti. Það farið meiri partun á salum hérna niðri þannig að stökkum við hér niður og eftir og fá ykkur miða á skrifstofunni. Og Natalie verður hér á skrifstofunni að selja miða eftir og hvet ykkur til þess að kaupa miða til að styrkja. Þannig að standa undir sér, við erum að fá 2 frábæra söngunur frá Bandaríkjunum til þess að syngja með ykkur sem sungum mikið með Crowds og hvet ykkur til þess að mæta. Og eitt annað sem ég langt til að gera, það er hér fólki í salunum sem hélt upp á stór afmæli daginn. Hún Hafliði og Gyða, þau hélt upp á 8 afmæli, hann er miklu yngri, hann er ekki einu sinni orðinn 8 ára, Hafliði, hann var 79 ára. Það áttu afmæli síðustu viku og mér langar svolítið við heiðrum þau. Þau eru búin að starfa hér í húsinu, byggu hérna, störtuðu fyrsta unglingastarfi í kirkjunni, þau hafa verið trúföst og þetta er það fólk sem hefur hvatt mig hvað mest í þessi 25 ár sem ég verið hér í kirkjunni. Hafliði og Gyða, standið á fætur og skulum gefa þeim gott klapp. Þau eru þarna aftast. Amen. Vonandi verð ég líka svona áttræður, hress og hann stendur hér upp á öllum aðalsamkomum hann Hafliði og hvetur fólk til þess að reyna tíundina og gefa og við ætlum að gera það núna. Nú ætlum við að gefa ríkulega til starfsins, það er fórn og ykkur er sjálfsög frjálst að gefa það sem viljið, það er pósar aftast og það verður líka held ég pósi sem gengur hér, er það ekki rétt sem er, en ef ekki þá getið skokkað aftast og farið pósan það. Við ætlum að syngja á meðan fórnin er tekin. Frábært lag eftir hann Hjaltan Gunnlaugsson sem er sjaldan sungið, allt og sjaldan sungið og heitir bara einfallega Sannleikur. Við ætlum að syngja það hér saman öll sömur.
Jesús er sannleikurinn. Lífið hefur kennt mér að lifa bara fyrir það sem flestir telja orðin ein. Leita hærra, finna svar, losum allar spurningar. Það leynir sannleikurinn. Syngjum saman viðlagið. Lífið hefur kennt mér að lifa bara fyrir það sem flestir telja orðin ein. Leita hærra, finna svar, losum allar spurningar. Það leynir sannleikurinn. Jesús er sannleikurinn, syngjum við. Og þannig vil ég segja við mína nágranna og mitt fólk í kringum mig, ekkert endilega með orðum, heldur með lífi mínu, ekki satt? Við þurfum ekkert alltaf að segja svo mikið, við þurfum bara að lifa eins og Kristur vildi að við lifðum. Við ætlum að æfa okkur á einu lagi hér sem við ætlum að syngja saman á tónleikunum í lok maí. Áður börnum farið í barnakirkjunni. Þetta er lag sem að Andrew Crouch samdi og við kunnum öll og við syngjum bara viðlagið. To God be the glory. To God Be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. For with His blood He has saved me with His blood. He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For with His blood He has saved me, and with His blood He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. Amen. Við reynum að taka eitt lag hver einasta sunnudegi fram á tónleikunum svo við getum æft þessi lög sem við ætlum að syngja með Crouch. Og krakkarnir ætla núna að ganga niður í barnastarfið og við kannski tökum með hann enn eitt hérna sem allir þekkja. Krakkar, farið varlega niður, við ætlum að syngja saman. Soon and very soon We are going to see the Soon and King. very soon Soon and very soon. We are We are going to see the King. Soon and very soon Soon and very soon. We are going to see the King. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the King. Soon and Soon and very soon. We are going to see the King. we are going to Soon and very soon. We are going to see the King. Soon and
Það sem að gerði þessi lög hans Krauts svo sérstök var það að þau fjölluðu öll svo einfalda hluti. Það var ekkert að flækja boðskapinn, hann var bara hreinn og beinn eins og Jesús kenndi hann. Og það var kannski vegna þess að heilagur andi, hann leiddi hann áfram í að semja lögin sem hann samdi. Og við ætlum að tala heilagan anda í dag og við ætlum að syngja heilagan anda og við ætlum að taka kannski 2-3 lög og Helgi kemur hér upp og við ætlum að syngja saman nokkur lög. Og eitt þeirra er Helgur andi, gjör oss eitt. Við getum ekki haft framgang í kirkjunni eða náð árangri en við stöndum öll saman. Það er margt búið að sýna það. Við getum verið með stórar kirkjur, ríkar kirkjur með fullt af öllum tækjum og tólum eða það er ekki sammenning í kirkjunni og heilagur andi starfar ekki, þá gerist ekkert. Algjörlega innan tómt. Svo syngjum saman, lagi gjör oss eitt Guð. Gjör oss eitt Guð, gjör oss eitt, Helgur andi, gjör oss eitt, fylltu alla, elsku
Ég sá mynd á Facebook núna í vikunni sem að snerti svolítið við mér. Ástæðan er svoleiðis að ég var á þessari mynd, 6 ára gamall, í Hjálpræðisveitum á Akureyri á sunnudagsskóla. Af hverju var ég svona glaður að sjá þetta? Vegna þess að ég var þar þá og ég er hér í dag. Ég varðveittist, byrjaði snemma, þarna voru 100 manns á myndinni. Þekki nokkra sem er ennþá í starfinu í dag en flestir ekki. Þannig að þetta er ekkert auðvelt, þannig að við þurfum að vera duglega að biðja fyrir börnunum okkar og halda okkur fast við Jesú. Og eins og ég söng á hann, falling in love with Jesus was the best thing that happened to me, eða hvernig það var, I ever done. Þannig að þetta snerti svolítið að sjá mynda mér hérna 6 ára gutti og ég man eftir þessar myndatöku, spáði það, 6 ára gamall. Ég man eftir þessu, ég satt fremstabekk, ég var með slaufu, ég var röndóttu vesti, rosalega flottur, mikið hár þá og þetta var mjög sérstætt. En það er vegna dýr Guðs og náðar hans sem að ég varðveittist og sjálfsögðu bænar foreldra minna og mínar nánustu. En við skulum syngja saman áður Helgi kemur upp lag sem fjallar það hvernig Guð birtist okkur í dýrð sinni. Drottinn minn, þökkum við fyrir yndislega nærveru þína. Þökkum við fyrir þinn yndislega heilaga anda sem þú hefur gefið okkur, Drottinn minn.
Takkar Jesús minn fyrir þitt orð, Drottinn minn, sem segir að þú hefur úthellt andað þínum yfir kirkju þína. Takk fyrir að við stöndum hér í dag, Drottinn minn, og við fáum að fara út í lífsins á, Drottinn. Þessa lifandi nærveru sem flæðir frá hásæti þínu. Og við biðjum það í dag, Drottinn minn, að enginn, hvort sem hann hér á staðnum, Drottinn, að hlusta eða að horfa, með vera ósnortinn af nærveru þinni. Við bjóðum þig velkomin heilagur andi Guðs. Drottinn minn, við biðjum að nærveran þíns heilaga anda verði áþreifanleg fyrir okkur, umveð okkur með kærleika þínum, umveð okkur með nærveru þinni og skýrð okkur í krafti þínum, Drottinn minn. Við viljum fá að vera kirkja sem að boðar nafnið Jesús. Við viljum vera kirkja þar sem að fólk kemur og það mætir lifandi Guði. Það heyrir ekki bara hann, það heyrir ekki bara kennslu eða tónlist eða sér ekki bara fólk sem prúðbúið og brosandi, heldur að fá að mæta lifandi Guði. Það sem að hlekkir fá að brotna, Drottinn minn. Það sem að sár fá að læknast. Velkomin heilagur andi og viltu gera Guðs ríkið áþreifanlegt meðal okkar í dag. Hjálpa okkur þegar við heyrum þitt orð, Drottinn, viltu tala til okkar í gegnum þitt orð. Verði þinn vilji og komið þitt ríki á allan hátt. Í Jesú nafni. Amen. 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 Yndislegt að vera með ykkur í dag. Ég fagna því að sólin sé farin að láta sjá sig aðeins meira og þarf ekki að hafa alveg jafn mikla trú fyrir henni. Ég veit ekki hversu mörg ykkar voru hérna síðustu helgi, en þið sem voru hérna síðustu helgi, var það ekki góð helgi? Það ekki? Já, það má alveg klappa fyrir því. Ein áskorun sem við fengum þá var að hækka svolítið í okkur. Ef við ekki að taka þeirri áskorun, að hækka aðeins í okkur. Það má alveg heyrast mér í okkur. Þetta vel hljóðeinangraðir veggir, það hægt að lækka í útvarpinu heima ef fólki finnst þetta óþægilegt. Það var eitt sem kom fram sem að ég hefði aldrei tengt eða aldrei svona áttað mig á, en ég held þessi mikill sannleikur. Þegar var að tala af hverju lofgjörð væri svona mikilvæg. Að vera frjáls í hvernig við lofum Guð. Og ég held þessi mikill sannleikur sem hann bent á að við sjáum bein tengsl milli þess, eftir því sem við erum frjálsari í að lofa Guð, þá erum við frjálsari í hlíðunum fyrir utan kirkjuna. Eftir því sem við erum frjálsari að leita Guðs og opna okkur fyrir Guði á þessum örugga stað sem kirkjan vitið, þegar við erum hér og allt undir kontról, þeim líklegir við til hlíðunum og stíga út á vatnið fyrir utan kirkjuna. Þannig að notum tíman hér, notum tíman þegar við komum saman, notum tíman heima hjá okkur. Það þarf ekki hljómsveit, það þarf ekki glærur. Þú getur lofa Guð þar sem þú ert. Lofum Guð. Göngum inn í nærveru Guðs með því að lofa hann. Og ég nefnilega einn af þeim sem að ég trúi ekki á svona móta kristindóm. Allt snýst næsta mót. Næsti útlendingur komið og segja ykkur eitthvað. Oft sagt að skilgreiningin á sérfræðingi einhver utanbæjarmaður. Þú færði eitthvað á staðinn sem getur sagt þér nákvæmlega sama fólki á staðinum, en hann útlendingur. Þá hlustum við á hann. Við þurfum þess ekki. Við þurfum ekki að halda mót. Ég trúi því að við séum að stefna í átt. Þetta eitthvað sem Guð að gera. Þetta eitthvað sem Guð vill, og ég held að sé ekki tilviljun. Maður fór svona að hugsa þegar við sáum að við séum að byrja þessa seríu hérna í dag. Mikið var nú gott að hafa þetta mót þarna beint og undan. Veitir, það var ekki planað hjá okkur. Við vorum ekki svona klár. Ég held að Guð sé að stilla upp dagskrána fyrir okkur. Ég held að Guð hafi unnið eitthvað verk í mörgum okkar sem einstaklingum og í okkur sem kirkju síðustu helgi, og svo höldum við áfram og fylgjum eftir með því að tala hvað? Kraft heilags anda, postulasöguna, úthellingu heilags anda yfir hans fólk og hvernig sú kirkja óx og dafnaði. Og efnið í dag komið upp að hvar að gáta fjastringin með virki, hún virkar. Kraftur Guðs, kirkja fulla krafti, er að tala fyrirheiti föðurins. Ef þú ert í dag í fyrsta skipti eftir að hlusta eða horfa og þú ekki komið í kirkju áður, þá mun ég tala í dag mikið til fólks sem hefur þegar tekið afstöðu til Jesú Krists, en þetta getur líka átt við þig, að það mjög einfalt ferli að fylgja Jesú, að snúa sér frá því að vera Guð í sínu eigin lífi og leyfa Jesú að vera leiðtogi lífs okkar. Í postulasögunni sjáum við nefnilega það saga, það sem að langflestir í sögunni eru tiltölulega nýbúnir að taka ákvörðun að fylgja Jesú. Langflestir, kristnir bara frekar ný af nálinni, langflestir ekki búin að vera kristnir mjög lengi. Þannig að þessi saga, þessi boðskapur getur áttið okkur öll. Í postulasögunni fyrsta kafla, þar Jesús að tala. Hann að tala við lærisveina sína,
Hann búinn að birtast þeim eftir upprisuna og fyrir ykkur sem eru með stöð 2 þá erum við hérna komin í sjónvarpsþáttinn hérna AD Kingdom. Hafið séð þá þætti? Það grínast með hvað flottið þættir. Við erum í þeim sjónvarpsþáttum, þetta í sjónvarpinu. Að Jesús búinn að vera birtast þeim eftir upprisuna. Þau hafa séð að hann er lifandi, hann samt öðruvísi, hann ekki bara endurlífgaður, hann upprisinn og hann hefur verið að kenna þeim og þetta rétt áður en hann stígur upp til himna. Og það segir frá 3. versi, hann birtist þeim eftir dauða sinn og sýndi þeim með órækum sönnunum að hann lifði. Hann lét þá sjá sig í 40 daga og talaði Guðs ríki. Jesús neittir matar með þeim, bauð hann þeim að fara ekki burt úr Jerúsalem, heldur bíða eftir því sem Faðirinn gaf fyrirheitum. Og þér hafi heyrt mig tala því að Jóhannes skýrði með vatni, en þér skulu skýrðir verða með heilugum anda nú innan fárra daga. Mér finnst svo gott hérna að Jesús situr að borða með þeim, það mjög andlegt að sitja og borða saman. Heyri amen í því. Það með að bókuða niður í jötu, alltaf promóta hérna, kona mín sem sér bókabúðunar niður sem heitir Jata, ég ætla að selja bækur fyrir hana, að hérna, Jesús situr hann að borða með þeim og hann segir, bíðið í borginni, þangað til að þið upplifið fyrirheiti föðurins. Ekki þetta nýja sem ég var að finna upp á, ekki þetta sem við vorum að ákveða, það eitthvað fyrirheiti sem Guð Faðir hefur gefið þeim, sem ef þið bíða í borginni, bíðiði og biðjiði, þangað til þið öðlist þetta fyrirheiti. Og svo segir hann nána hvað það hann segir, Jóhannes skýrði ykkur með vatni, en þið munu skýrast í heilugum anda nú innan fárra daga. Jesús gefið það fyrirheiti, þetta verður innan fárra daga. Og mér finnst svo uppörvandi að sjá hvað lærisveinir eru eins og við, ég allavega, að stundum missum maður af pointinu, og við sjáum það nokkur sinnum í Biblíunni að Jesús að tala við fólk og svo segir hann þeim eitthvað sem okkur veist einfalt í dag því að við erum að horfa á þetta svona tilbaka aftur í tíman. Fólk fattar, já, heyrðu, núna hann andlegur, þá ætla ég að vera andlegur líka. Og það yfirleitt verið að spyrja hann eitthvað út í svona endatíma, eða út í eitthvað svona mjög svona langsóta pælingar og Jesús ekki, nei, bara kom okkar aftur á jörðina, ég bara tala sambandið við Guð. Við viljum alltaf flækja hlutina. Við viljum svolítið horfa eitthvað sem tengist ekki alveg mínu daglega lífi eða hefur ekki alveg eitthvað sem ég get svolítið fjarlægt frá því að horfast í augu við sjálfan mig í speglinum. Jesús hann kemur alltaf með þetta súmar inn á það persónlega. Og bara í beinu framhaldi segir, meðan þeir voru saman spurðu þeir hann, Drottinn, ætlar þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði, ekki það yðar að vita tíma eða tíðir sem Faðirinn hefur sjálfur ákveðið, en þér munuð öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munu vera vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Jesús að tala við þá hvað? Fyrirheiti föðurins, og ég gleymdi þessu versi. Og svo segir hann nánar, og þetta fyrirheiti föðurins það að þið munu skýrast heilugum anda nú innan fárra daga. Hann gefur smá tíma á þess. Hann segir ekki hversu margra, hann segir fárra daga. Og þeir spyrja hann eitthvað nánar og hann segir, hættið að pæla í því, málið þetta, þið munu öðlast kraft. Þannig að fyrirheiti föðurins að þau muni skýrast heilugum anda og sú skýrni heilugum anda felur það í sér að þau fá kraft. Ekki kraft til að halda stórkostlega samkomur, ekki kraft til að eignast betri upplifun en einhver annar, heldur kraft til að vera vottar Jesú Krist, til að boða hann. Svo segir hann í Jerúsalem, í Júdeu, það héraðið, í Samaríu, sem var svona út fyrir þeirra þægindarhing. Samaría, þeir voru svona næstu því gyðingar, en þeir voru svona að hafa litið niður á þá og svo til endimarka jarðarinnar. Heima, í hverfinu, í næstu borg og svo bara Kuala Lumpur, hvar sem út allt. Þeir fái kraft með tilgangi. Krafturinn til þess að fleiri fá að mæta Guði. Krafturinn til þess að vinna verkefni sem Guð hefur gefið okkur. En ég einn af þeim sem svolítið forvitinn, hvar gefur Faðirinn þetta fyrirheit? Eru fleiri en ég sem að velta þessu fyrir? Fyrirheiti föðurinn, sem akkur ekki heyrt það fyrr. Hvar þetta fyrirheiti að finna? Í Gamla testamentinu þá sjáum við heilagan anda víða koma fyrir, alveg ótrúlega víða þegar maður fer að skoða. En það sem mjög merkilegt við heilagan anda í Gamla testamentinu, og það kannski stóri munurinn.
Í Gamla testamentinu að þá kemur heilagur andi fyrir í lífum örfárra einstaklinga, oft kannski bara 1 eða 2 í einu. Heilagur andi og þjónusta hans var mjög takmörkuð í Gamla testamentinu. Og ef við lesum bara fljótlega, þetta verður svolítið svo biblíulestur með útlistun í lokin, bara svo vitið. Þannig að ég mun hoppa mikið á milli vessa og samt finnst mér bara að vera að klóra yfirborðið. Í 4. Mósebók, já, ég hafði hérna pásu, 4. Mósebók, 11. kafla, versi 25, og við lesum áfram, að þá segir, þetta frásögn, og við komum svolítið inn í miðja frásögu og náum ekki alveg að fara í samhengið. Þá steig drottinn niður í skýinu, ávarpaði hann, Móse, og tók af andanum sem var yfir honum og lagði hann yfir öldungana 70. Leið og andinn hvíldi yfir þeim, komist þeir í spámannlegan guðmóð, en aðeins þetta eina sinn. 2 menn urðu eftir í herbúðunum, hét annar Eldad en hinn Medad. Andinn hvíldi einnig yfir þeim, enda voru þeir meðal þeirra sem höfðu verið skráðir, en höfðu ekki yfirgefið tjaldið. Þeir komist í spámannlegan guðmóð í herbúðunum. Þá hljóp unglingur nokkur til, skýrði Móse frá þessu og sagði, Eldad og Medad í spámannlegum guðmóði í herbúðunum. Jósúa Núnsson, sem hafði þjónað Móse frá því æsku, sagði, Móse, herra minn, komdu í veg fyrir þetta. Þá sagði Móse við hann, ertu afbrýðisamur mín vegna? Ég vildi að öll þjóð drottins væri spámenn, á að drottin legði anda sinn yfir hana. Á þessum tímapunkti var það orðið þannig að Móse var, hann var svo eini sem heyrði frá Guði, hann var svo eini sem átti þetta persónulega samband við Guð, og þegar fólki vildi leita ráða hjá Guði, þá þurfti að tala við Móse. Og þetta voru kannski 2 milljónir cirka, það voru 600.000 kallmenn, svo voru konur og börn. Og það var bara mjög þreytandi að vera Móse. Það komu bara allir til Móse út af öllu, og Móse bara eitthvað, Guð, hjálp. Þannig að Guð, hann lætur velja einhverja 70 einstaklinga, og þeir standa í kringum samfundatjaldið, þar sem að Guð og Móse mættust, og Guð tekur af andanum sem var yfir Móse, heilagur andi, sami heilagi andi, og hann gefur þessum 70 hlutdeild í honum. Og það sem er svo merkilegt að þeir komast þenni í spámannlegan guðmóð, sem ég veit ekki alveg hvað þýðir, en einhvern veginn sást utan á þeim að þeir voru fullir af anda Guðs, en bara í þetta eina sinn stendur. En eftir þetta gátu þeir líka verið ráðgjafar. Þannig að heilagur andi, hann var mjög svona takmarkað upplag til. Í 5. Mósebók 34 þá lesum við Jósúa sem tók við af Móse. Hann var fullur vísdómsanda því að Móse hafði lagt hendur sínar yfir hann. Að blessunin sem var yfir Móse kom til Jósúa. Ísraelsmenn hlýddu honum og breyttu eftir því sem drottinn hafði boðið Móse. Annar eins spámóður af Móse kom aldrei aftur fram í Ísrael. Drottinn umgekkst hann augliti til auglitis. Þannig við sjáum í Gamla testamentinu að heilagur andi, hann hvíldi mikið yfir einum manni í einu. Hann gaf þeim visku, þeir upplifðu handleiðslu, og það sem einkenndi það var það að þeir fengu kraft til að vinna Guðs verk. Önnur dæmi sem hægt er að nefna, Gídeon, þekkja margir, hann hafði ekki mikið sjálfsálit, hann var ekki mikil hetja í eigin augum, en svo mætir Guð honum og segir, Guð er með þér, hrausta hetja. Og hann fer og vinnur stórvirki fyrir kraft Guðs, algjörlega í veikleika sjálfur. Og hans ævi endar samt þannig, Gídeon, þessi maður sem hafa mætt Guði, að hann fer að tilbiðja aðra Guði. Hann reisir upp einhvern högul og býr til eitthvað skurgoð sem fólk fer að tilbiðja. Svo er Samson, það var margir hér sögun Samson. Samson, hann fékk gríðarlegan kraft frá Guði til að berjast við óvinni Ísraelsmanna þá, Filisteja, og hann vann alls konar stórvirki, alveg ótrúlega. Hann tekur borgarhlið í hnébeyju og lappar með upp á fjall, bara því að hann langaði til þess, hann býrði þannig. Hann hafði gríðarlega náðurgjöf frá Guði sem hann notaði bara mjög óviturlega. Það er alveg sorglegt að lesa söguna af Samson. Hann hafði því svo margt og hann sólundaði því. Hann hafði kraft Guðs, en hann var samt mjög brotinn, hans heilindi voru ekki mjög mikil. Hann grímdi við gríðarlega siðferðisbresti. Svo lesum við Sál, sem var konungur. Andi Guðs kom yfir hann og gerði hann hæfan til þess að vera konungur. En Sál var bráðlátur og Sál fór út af sporinu og Guð tekur blessun sína frá honum. Og Sál endaði heldur ekki voðalega vel. Ég er ekki að segja ekki fyllast heiligum anda, það endar ekki vel. Ég er ekki að segja það. Það er point með þessu, það er ekki það. Svo lesum við Davíð konung, hann hafði yndislegt lofgjörða hjarta.
Davíð, hann var alltaf heill við Guð, hann elskaði alltaf Guð, en hann fór samt oft mjög mikið út af sporinu, en hann iðraðist. Það var kannski munurinn á honum og mörgum forverum hans. Hann iðraðist og hann var tilbúinn að leyfa Guði að breyta sér. En það sem við sjáum að þegar Heilagur Andi kemur yfir fólk í Gamla testamentinu, það var fyrst og fremst með þeim hætti að fólk fékk kraft til að vinna verk. Fólk fékk kraft til að gera það sem var gjörsamlega ómögulegt og það sem það gerði var ótrúlegt. Verkin sem voru unnin voru algjörlega yfir mannleg. Þetta var ekki hægt nema fyrir kraftaverk. Kraftur Guðs kom og fyllti fólk og gerði því kleift að gera það sem annars var ókleift. Við sjáum ekki að karakter fólks hafi alltaf breyst og það var ákveðið vandamál. Það var pointið með að minnast á breyskleika þessa fólks. Í Gamla testamentinu eru fyrirheiti frá Guði að Heilagur Andi komi og muni breyta fólki. Það var vandamál. Ástæðan fyrir að lögmálið gat ekki gert það sem það átti að gera var að lögmálið var í hinu ytra. Lögmálið gat ekki breytt mér innanfrá og við höfum bara ekki kraft til að breyta okkur sjálf. Og ég ætla að fara hratt yfir 2 vers. Annars vegar Jeremía 31:31, þar sem Guð gefur fyrirheiti og ég vonaði, já, þetta passa allt fyrir, þetta er svolítið langur texti. Þeir dagar koma, segir Drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við Ísraelsmenn og Júdamenn. Hann verður ekki eins og sáttmálinn sem ég gerði við feður þeirra þegar ég tók í hönd þeim og leiddi það út úr Egyptalandi. Þeir rufuðu þann sáttmála við mig þótt ég væri herra þeirra, segir Drottinn. Þannig er sáttmálinn sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessir dagar eru liðnir, segir Drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita það á hjörtu þeirra. Ég verð Guð þeirra og þeir verða líður minn. Enginn mun framar þurfa að kenna landa sínum og bróður og segja, þekkið Drottinn. Allir munu þekkja mig, bæði stórir og smáir, segir Drottinn. Ég mun fyrirgefa þeim sekt þeirra og minnist ekki framar syndar þeirra. Sá dagur kemur, segir Guð, að þið þurfið ekki einn mann sem hefur anda Guðs og getur sagt ykkur hvað Guð segir. Sá dagur kemur að ég mun breyta hjörtum ykkar, að þið muni skynja hvað er rétt og hvað er rangt. Ég mun leggja lögmál mitt þeim í brjóst. Og hvað, þetta í Nýja testamentinu, þá er bara að tala þetta þegar við fæðumst að ný. Þegar Heilagur Andi kemur og hann breytir okkur. Og Guð leggur lögmál sitt í hjörtu okkar og mótar okkur. Og svo lesum við í Esekíel 36 annað fyrirheiti. Ég mun dreipa á ykkur hreinu vatni svo að þið verði hreinir. Ég mun hreins ykkur af öllum óhreinindum ykkar og skurgóðum. Ég mun gefa ykkur nýtt hjarta og leggja ykkur nýjan anda í brjóst. Ég mun taka steinhjartað úr líkam ykkar og gefa ykkur hjarta af holdi. Ég mun leggja ykkur anda minn í brjóst svo að þið farið að boði mínum og haldið reglum mínar og framfylgið þeim. Þessi fyrirheiti snúast það að Guð ætlar að breyta okkur fyrir anda sinn, að verða ný sköpun, segir Nýja testamentið. Og það er fyrirheiti til okkar allra. Ef þú ert hér í dag og þér finnst þú vera langt frá Guði, þú nálgast ekki Guð í eigin mætti. Þú verður að koma til Guðs og segja, Guð, ég vil leyfa þér að taka hjarta mitt sem er ekki næmt fyrir þér. Að taka hjartað sem að finnur ekki lengur munin á rétt og röngu, að því að umhverfið sem við búum í, það er bara mjög brenglað og það er bara orðið mjög afstætt. Og ég vil að gefa mér hjarta úr holdi, hjarta sem er næmt, hjarta sem finnur fyrir því þegar ég fyrir út fyrir mörkin, hjarta sem sárnar það þegar ég segi ósatt eða er óheiðalegur, hjarta sem finnur hvað gleður þig og hvað hryggir þig. Að Guð verði ekki lengur eitthvað í hinu ytra sem ég lesum í bók, Guð verður persóna sem ég kynnist. Og það snýst bara að opna líf sitt og segja, velkomin, Jesús. Ég vil fylgja þér Guð, fyrirgefðu mér syndi mínar, taktu við mér. Þessi fyrirheiti eru ekki endilega sama og þau eru ekki sama eðlis og fyrirheitið kraft Guðs til þjónustu. Af því að það var til í Gamla testamentinu. Það var til þessi kraftur Guðs sem kom yfir fólk og gerði það kleift til að gera það sem það gat ekki gert. Þannig að fyrirheiti sem Jesús er að tala er ekki þessi fyrirheiti. Hvað er hann þá að tala Og ég held að það sé frekar augljóst og kannski frekar auðvelt að benda á það sem að Pétur postuli vitnar í öðrum kafla postulasögunar. Postularnir, þeir hlýddu Jesú flestir, ekki allir. Þeir voru sennilega 400, það tala að Jesú hafi birst 400-500 manns eftir upprisuna.
Á hvítasunnu dag voru 120 eftir. Sennilega hafa þá 380 bara ekki nefnt að vera svona langri bænastund. Það sem betur fyrir ekki vandamál í dag. Nei. Fólk bara nefndi sig ekki. Jesús hafði sagt innan fárra daga. Það svo sem löng bænastund. Það biðja í nokkra daga. En hann sagði fárra daga. Þeir biðu í 10 daga. Það langur tími, en það samt ekki svo langur tími. Fyrir að verða vitni að og fá að taka þátt í einstökum atburði í mannkynssögunni. Þegar heilugum anda Guðs, þegar nærveru Guðs, þegar því sem var annars fram að þessu lokað inni við hástól Guðs fjarri mönnum, sem engin lifandi maður gat upplifað án þess að bara einfaldlega tapa lífinu. Þegar þessari nærveru Guðs úthellt yfir alls konar fólk, yfir fólk sem hafi mætt Jesú og hefði fengið að upplifa fyrirgefningu og hreinsun, hefði upplifað fyrra fyrirheitið að vera endurnýjuð fyrir heilan anda. En þau hefði ekki upplifað þessa nærveru Guðs. Pétur postuli vitnar í Jóel, spádómsbók, kafla 3, vers 1 og 2. Það sem Guð segir, síðar mun ég úthella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá. Gamalmenni yðar mun dreyma drauma og ungmenni yðar munu fá vitranir. Jafnvel yfir þræla og ambáttir mun ég úthella anda mínum á þeim dögum. Fyrirheitið þetta að andi Guðs sem áður kom yfir einn einstakling í einu. Var takmarkaður við einn í einu. Oft einn í hverri kynslóð og ef við lesum dómarabókina stundum engan í neinni kynslóð. Það var heil kynslóð sem enginn hefði anda Guðs. Það kemur fyrirheiti að þessi andi sem var svo takmarkaður, honum verður örlátlega úthellt yfir allt hold. Það rosalegt. Inn í kúltúr, það sem að til þess að fá að ganga inn í nærveru Guðs, þurftur númer 1 að vera af réttum þjóðerni. Þú þurftur að vera Ísraelsmaður, þú þurftur að vera gyðingur, þú þurftur að vera levíti, þú þurftur að vera karlkyns, þú máttur ekki hafa neinn líkamleg líti, ekki hafa gleru, bara sorry ég, þú máttur ekki vera haltur, þú þurftur að vera líkamlega fullkominn, þurftur að vera orðin 30, máttur ekki vera orðin 50, þurftur akkurat að vera æðstiprestur og máttu komin einu svona ári þegar Guð bauð þér og vera algjörlega tilbúin, annars tapaðiru lífinu. Frá þessu yfir í allt hold. Allt hold. Synir og dætur. Heyri ég amen, stelpur? Synir og dætur. Ungir og gamlir. Undir 30, yfir 50 og þar á milli. Allur aldurslokki. Yfir þræla og ambáttir. Yfir þá sem hefur verið neitað menntun. Þá sem fá ekki laun fyrir vinnu sína. Þá sem eru varla taldir vera mennskir í þeirra þjóðfélagi. Yfir háa og yfir lága. Yfir ríka, yfir fátaka. Yfir karla, yfir konur. Yfir allt hold. Ef þú ert hérna í dag og þú hefur einhverja afsökun innra með fyrir því að Guð úthella ekki anda sínum yfir þig, þá svo afsökun ónýt. Þegar Guð segir, ég mun úthella anda mínum yfir sumt hold. Yfir allt hold. Ertu með hold? Kannski of mikið, kannski ekki nógu mikið. Ertu með hold? Já. Þá vill Guð úthella anda sínum yfir þig. Hann vil að þú fór að upplifa kraft hans, að þú fór að upplifa nærvera hans og þú fór að spá, að dreyma drauma, að sjá sýnir. Guð vill opinbera þér það sem hann ætlar að gera á Íslandi á næsta ári, eftir 10 ár. Þangað til hann kemur aftur. Guð vill gefa þér orð inn í líf fólksins í kringu þig. Guð vill gefa þér orð. Farðu og biddu fyrir þessum. Farðu og boðaðu þarna. Heyrðu, viltu ekki gefa þessa flík þessum einstaklingi? Guð vill fá að tala til þín og hann vill fá að nota þig. Það í kirkju Jesú Krist, í kirkju Nýja testamentisins. Yfirskrift seríunnar ekki prestar fullir af krafti eða öldungar fullir af krafti. Nýja testamenti snýst ekki einhvern elítu hóp, þessi örfára útvaldara sem nógu heilægir til að þjóna Guð og heyra frá Guði. Kirkja Jesú Krist.
brúður Jesú Krist. Jesús elskar kirkju sína og við erum kirkjan og hann vill úthella anda sínum yfir kirkjuna. Og það svo dásanlegt að við sjáum það bara á blómunum, að blómin í mörgum litum. Kirkjan eru svo blómvöndur, alls konar gjafir, alls konar karakter, alls konar persónuleika, alls konar þjóðerni, alls konar bakgrunnur. Og Guð fá að nota hvert eitt og einasta litbrigði. Þú getur verið verkfæri í höndum Guðs ólíkt öllum öðrum. Ef heilagur andi fara að koma yfir þig, ef heilagur andi fara að nota þig, ef heilagur andi fara að starfa í gegnum þig. Móse bað þegar úlingurinn kemur bara, Móse, þeir eru að tala í tungum á vitlausum stað. Bara, stoppaðu þá. Og Móse fær bara, heldur ég sé afbrýðisamur. Heldur þú að ég sé ógeðslega öfundsjúkur? Ó nei, þeir fengu líka anda Guðs. Ó, að allur líður drottins væri spámenn. Ó, ef það hefðu bara allir anda Guðs. Ég held að það sé svona pínu útbrunnin pastor. Það var í líf mitt svo auðvelt. Bara, þau getur bara séð þetta sjálf. Bara, þessi hróp Móse, ég held að þetta hafi verið á hjarta Guðs. Ó, að allur líður drottins væri spámenn. Á hvítasnaudag var þessari bæn svarað. Þegar heilagur andi kemur yfir og eldur Guðs kemur og sest á karla og konur, unga og gamla, menntaða og ómenntaða, velséða og ekki velséða, mikils metna og fólk var ekki alveg vist. Andinn kemur, Guð fer ekki manngreinar álit, heilagur andi starfar og þau tala öll tungum. Þau lofa öll Guð, ekki sömu tungum. Sumir hærri en aðrir, sumir sungu falskt í tungum, vitið þið, ólíkt. En sami heilagi andi. Þannig kirkjan dásamleg og þannig hún dýrleg. Þegar andi Guðs fara að starfa í öllum. Allir ganga fram í krafti Guðs í gjöfum sínum. Og hvernig, vitið, heilugum anda útelt, eins og Pétur segir, og vitið, ég elska þetta vers. Pétur að predika, og hann á vissan hátt var þetta harðasta predikun í heimi, því hann segir, hann talaði fólk í Jerúsalem. Og það eru 50 dagar, 1,5 mánuð síðan Jesús krossfestur. Og hann bendir á fólk og hann segir, Jesús sem þið, by the way, krossfestuð. Það bara hérna, þið hrópuðuð krossfestuð hann. Þið, hann ekkert að gera þetta auðvelt fyrir hann. Jesús sem þið höfnuðuð, sem þið létuð framselja, hann dáinn fyrir ykkar syndir. Hann vill fyrirgefa ykkur, hann vill meðtaka ykkur. Og vegna þess að hann upphafinn hefur Guð úthellt anda sínum og hann segir, því að ykkur, hann talaði sama fólk, ykkur ætlað fyrirheitið, börnum ykkar og öllum þeim sem í fjarlæði eru. Ekki gaman að vita að við erum í Nýja testamentinu? Þú kemst ekki lengar frá Jerúsalem til Íslands, það ekki? Og það eru þið, næsta kynslóð og þau og næsta kynslóð og þau og næsta kynslóð og allir sem í fjarlæði eru. Þér ætlað fyrirheitið. Þér ætlað fyrirheitið og börnunum þínum og næstu kynslóð, barnabörnum, frændsystkinum, nágrönnum, vinum sem átti í Ástralíu, vitið, öllum þeim sem í fjarlæði eru. Fyrirheiti Guðs gjöf Guðs sem heilagur andi. Fyrirheiti Guðs til þín. Ef það ekkert annað sem að þessi predikun kemur til skila, þá það þetta sem, þá mætti það vera þetta. Fyrirheitið til þín. Gjöf heilags anda til þín. Þú vannst þér hann ekki inn, þú átt hann ekki skilið, þú þarft ekki að fara gegnum eitthvað flókiferli, þú varst ekki til áður en að fyrirheitið kom. Fyrirheitið var gefið áður en þú fæddist og þú átt þetta fyrirheiti. Hvernig eignast ég það? Það tvennt, og núna kemur mín mannlega, það sem ég hef tekið eftir, það tvennt sem virðist einkennast á staði, það sem kröftu úthelling heilags anda. Kirkjur sem ganga fram í krafti heilags anda, samfélög, það sem að nærvera Guðs virðist vera áþreifanleg og við sjáum þetta mikið. Það fyrsta trú. Það segir á einu stað að hann gefur heilagan anda þeim sem honum hlýða. Þeir sem að heyra röddu Guðs og stíga fram í því. Þeir sem að heyra það sem Guð segir og bara treysta, eru bara tilbúinir að vera barnaleg. Ok, ég skal bara
treysta. Ég skal bara trúa. Sönn trú kemur alltaf fram í verki. Hverjir fengu fyrirheitið? Allir. Við hverja sagði Jesú, þið munu skýrast heilum anda núna fara daga. Hann sagði við allan hópinn. Hvað voru margir sem upplöfuðu það? Þeir sem að hlýddu. Þeir sem biðu þangað til fyrirheitið kom. Þeir sem bara treystu því eftir fyrsta daginn, eftir annan daginn, eftir þriðja daginn, þegar maður var fann að hugsa, býtum við, það fyrir að stýta þessi mánaðamót, hvernig ég borga reikninga, ég bara hérna hvað að biðja, myndi Guð. Og svo kemur alls konar röksemdafærslur, býtum við, segir ekki Biblíuna, maður er að sjá fyrir sínum nákomnu, er það mjög andlegt, er ég kannski að vera yfirandlegur, vera bara hérna hvað að biðja, get ekki biðið heima hjá mér, þarf ég að vera hérna í Jerúsalem, var Jesús að meina það, get ekki verið í Jerúsalem í anda mínum, allt þetta, allar þessar röksemdafærslur sem við notum. Hverjir upplifðu það? Þeir sem biðu. Þeir sem að gengu fram í trú í þessu, biðu í Jerúsalem og þá munið upplifðu það. Trú, þau bara treystu. Þau hengu á fyrirheiti Guðs, þangað þau sáu það gerast. Þau gengu fram í trú. Og í þessu tilviki var það að ganga fram í trú að sitja í húsi í 10 daga. Hlýðni við Guðs orð, sem að ég sé það sem að Heilur Andi er úttelt, er yfirleitt fólgin í því að fólki hlýðið við að boða, fólki hlýðið við að þjóna, fólki hlýðið við að segja öðrum frá, annast fátæka, fólki hlýðið orðum Jesú, gengur fram í trú þannig. Fólki tilbúið að taka sjensinn á að líta út fyrir að vera kjáni til þess að hlýða orðið Guðs. Og þetta er alveg eins og hver fær vindinn í seglin, sá sem hefur þau upp. Er það ekki? Ef þetta bara sé, það er alltaf þetta að vera að hífa upp seglið, ég finn enga vind akkur núna, sko, og var það svo bara alltaf einskis. Bara heldur fólk kannski að sé lélegur skipstjóri, bara veit hann ekki hvernig, kann hann ekki að veðurspanna. Ef þú hefur upp seglin, þá getur vindurinn fyllt þau. Og það er þannig sem ég sé trú vera forsendu þess að heilugum anda sé úthelt. Og það sem fólk leitar Guðs og treystir því að hann muni svara. Í Hebreabréfinu, 11. kafla, versi 6, og þetta er yndislegt vers. Það segir, ógerlegt er að þóknast Guði án trúar, því að sá sem vill nálgast Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er leita hans. Vitið ekki hvað vers er að segja okkur? Það er að segja okkur það að Guð umbuni þeim sem leita hans. Vers er að segja okkur það. Þú mátt nálgast Guð og treysta því að hann sé til og að hann umbuni þér þegar þú leitar honum. Þú munt aldrei leita Guðs á þess að það beri góðan ávist í lífiðinu. Þú munt aldrei knýja á í bæn öðruvísi en að því fylgir blessun fyrir þitt persónulega líf. Þú munt aldrei leita Guðs og tapa á því. Viltu upplifa kraft heilags anda? Bankaðu þá að dyrnar. Jesús segir knýið á og fyrir yður með upplöki verða. Og Jesús segir ekki knýið á og fyrir yður með upplöki verða. Orðið sem Jesús notar er verið knýjandi. Vitið? Og þið sem hafið eitthvað verið á klósetinu og átt yngra sískinni, bara þvist. Þó þú sést að lesa Andrésblað, þvist, á endanum ferður bara eitthvað annað að lesa Andrésblað, eða ekki? Þess, það er bara knýið á. Þvist, Jesús er að segja, bara verið þessi gaur. Og þetta er náttúrulega málið, það ekki? Það mun upplokið verða. Leitaðu Guðs og hann mun umbuna þér. Guð er að segja, verið þið bara óþolandi. Ég elska það þegar þið eru óþolandi þrjósk í að leita mín. Ég elska það þegar þið gangi langt í að biðja mig meira af nærveru minni. Guð er að segja, verið þið djörf, biðjið þið mikið, biðjið þið oft, biðjið lengi, verið þið bara þrjósk, verið þið eins og Jakob sem sagði, ég sleppi þér ekki fyrir en þú blessar mig. Ég sleppi þér ekki fyrir en þú mætir mér. Ég sleppi þér ekki Guð fyrir ég sé eitthvað breytast á heimili mínu. Ég sleppi þér ekki Guð fyrir ég elska meira að biðja til þín. Ég sleppi þér ekki Guð. Guð er að segja, leitiði mín og leitiði mín og leitiði mín og þá mun ég mæta þér. Nálæðið yfir Guði og það mun að nálgast ykkur. Það er fyrir heiti sem við eigum. Fyrsta er trú. Hitt sem að einkennir það sem að andi Guð starfar, það er hungur. Við höfum fyrirheiti. Sælir eru þeir
sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því þeim munu mettir verða. Það fyrirheiti. Þegar ykkur hungrar eftir því sem frá Guði, þá mun Guð gefa okkur. Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra Guðsríkið. Hver fátækur í anda? Sá sem sér hvað hann þarf mikið á Guð að halda. Guð, ég þarfnast þín. Og af hverju þeir sælir? Því að Guðs ríkið kemur til þeirra. Kraftur Guðs. Guð getur starfað í þeim sem ekki uppfullir af sjálfum sér og eigin mætti. Hungur okkar eftir Guði ákvarðar hversu mikið af honum við eigum. Ég heyrði einu sinni predikar segja þetta og ég fannst það pínu hart fyrst, en svo eiginlega hugsaði mér, nei, þetta er bara satt í honum. Hann sagði, ef að þú upplifir að þú eigir of lítið af Guði, þá er það bara þegar þið hungrar ekki nógu mikið eftir honum. Guð mun aldrei ekki seðja hungur þitt eftir nærveru hans. Ef þú þarft meira af Guði, þá þarf bara að hungra meira eftir honum. Við eigum jafn mikið af Guði og hungur okkar eftir honum er. Kannski erum við sársoltir eftir Guði, en vandamálið er það að við sættum okkur við að seðja okkur á öðrum hlutum. Og það trúi ég að sé stóra ástæðan fyrir því að kirkjan á Vesturlöndum er ekki öflugri en hún er. Við eigum svo mikið af drasli sem við seðjum okkur með. Við erum hungruð í sálinni og við hunsum það með afþreyingu. Við erum hungruð í sálinni og við mettum það á einhverju drasli, á einhverju efnislegu, á einhverju skemmtun. Við förum í ferðalag, við kaupum okkur eitthvað, við gerum eitthvað. Okkur hungrar eftir nærveru Guðs. En okkur finnst svo óþægilegt, við erum svo óvind. Við erum aldrei líkamlega svöng. Við erum aldrei svöng. Þannig við kunnum ekki að höndla andlegt hungur. Og hvað gerum við? Við bara náum okkur smá keks, andlega talað. Við náum okkur eitthvað drasl. Og við erum alltaf að þagga niður í andlega hungrinu. Ég held að við viljum sjá meira af Guði, þá þurfum við að leyfa görnunum að gaula. Djúp kallar á djúp. Við þurfum að hætta að fylla okkur af drasli. Hætta að fylla líf okkar með afþreyingu og skemmtunum. Njótum lífsins, það er andlegt, það er gott. En ekki fara að seðja andlegt hungur með einhverju sem er ekki Guð. Það er ástæðan fyrir því að við horfum frekar á sjónvarp en að fara á bænastund. Af hverju? Af því að þú ert með fjasturing í hendinni og þá þarft ekki að hlusta á þessa mannesku biðja. Eða þú þarft ekki að lendi að einhver biðja og ert í korter og það pröfa pínu vandræðalegt. Og þú getur slökkt þegar þið sýnist og þarft ekki að fara út úr húsi. Er það ekki? Það er ástæðan fyrir að þegar við hittum trúsystkjur okkar að við slúðrum frekar hann að biðja. Er það ekki? Það er einfaldara. Þú þarft ekki að elda það. Það er bara tilbúið í pakkanum. Við erum svo vön að fá strax. Við erum svo vön að geta bara seðjað og mett. Við erum alltaf að metta okkur. Bara á drasli. Og af því að við gerum það, að þá vantar þetta hungur. Við þurfum að leyfa okkur að hungra eftir Guði. Og það má biðja Guð um hungur. Guð, hjálpaði mér að hungra og þyrsta eftir þér. Hjálpaði mér að sætta mig ekki við drasl. Og ef þið eru eins og ég, alin upp í kirkju, búin að vera frelsar í mörg ár og maður upplifað þetta með Guð og þetta og maður á þessa náðgjöf og svo kemur einhver inn á Guðunni, frelsast, og það er bara strollan af brotnum samböndum, allt bara kemur inn bara með svona vandamála pakka, mæti Guði og svo bara 20.000 fleira náðgjafir en þú nokkuð upplifað og maður bara, hvað er þetta Guð? Bara hvað er að gera hérna? Bara ég hef aldrei fengið orð, svo kemur þessi maður bara með eitthvað, svo segir drottinn og það er bara eitthvað rosalegt og maður, hvað er í gangi Guð? Eru fleiri en ég sem að tekja þessu? Það er kannski, bara fyrir ekki, og þetta er ekkert illa meitt, þetta er bara svona, ég er bara heiðalegur, maður er að hugsa þetta, bara Guð, þetta er ekki sanngjarnt. Ég hef mætt miklu oftar á samkomu, ég kann miklu fleiri hörpustrengi, ég kann mér að sjá nokkra passíusálma. Gef mér Jesús anda þinn, nei, úr passíusálmunum, kann ekki meira reyndar í því þessi, en allavegna, af hverju? Lífið, það er ekki búið að taka til endilega í lífinu. Það er kannski bara alls konar hlutir sem á eftir að sortera. Bara eins og konan við brunninn. Hún átt 5 menn, hún bjó með manni sem var ekki hennar maður. Hún var ekki farin frá honum þegar hún fór að vitna Jesú. Það er bara vakning í heilli borg og það er bara drasl upp á hálofti sem hún eftir að taka til, skiljiði. Hún fór ekki í það fyrst og maður bara, hvað er þetta, Jesús? Ég hef aldrei séð heila borg frelsast. Og samt tel ég líf mitt vera í ágætu standi. Ég held að
Þátt fyrir að lífið sé ekki alveg komið í lag. Þátt fyrir að biblíuþekkingin sé kannski tæp. Og það sé svona ýmislegt í huganum sem á eftir að lagfara og þroskast. Að það á þetta fólk yfirleitt það að þau raunverulega hungrar. Og þau ganga fram í barnslegri, einlægri trú. Bara fyrst að Guð gat mætt mér á þennan hátt, þá bara endalaust hvað hann getur gert. Og þau eru kannski orðin svo fullsött af drasli, þau hafa ekki lyst á því meir. Og þau það truflar þau ekki að hungra eftir Guði. Ég held að það sé ástæðan. Þau bara treysta, það var svo lífsumbreytandi og út fyrir kassan að Guð skildi elska, að Guð skildi fyrirgefa, að Guð skildi mæta, að það bara allar leiðir færar. Það bara engin takmörk. Það kemur með þessa trú. Fyrst þú gast fyrirgefið mér og mætt mér og fyrst þú gast elskað mig, þá bara endalaust sem þú getur gert. Og vá hvað ég þrái það mikið. Vá hvað tankurinn búin að vera tómur lengi. Vá hvað það mikið pláss sem þú mátt fylla. Og vitið hvað Guð gerir? Hann fyllir plássið sem við gefum honum. Hann fyllir kerið sem við færum honum. Þegar við komum til Guðs með galtóman tank, sem hér ég drottir, viltu mæta mér? Jesús segir, fyrst þið sem eru vond hafið vita að gefa börnum eitthvað góða gjafir, þá mun Faðirinn gefa þeim heilan anda sem biðja hann. Ef við gefum börnunum okkar að borða þegar þau eru svöng, þá mun Guð metta hungur okkar eftir honum. Þá mun Guð metta hungur okkar eftir nærveru hans. Við þurfum bara að passa okkur að vera ekki að fylla, metta okkur á einhverju drasli. Hafðu trú. Úthelling heilags anda fyrirheiti föðurins. Og það til þín og barnanna þinna og allra þeirra sem í fjarlægð eru. Það fyrir mig og það fyrir þig og það fyrir borgin okkar, það fyrir höfuðborgarsvæðið, það fyrir Ísland, það fyrir Evrópu og aftur Kuala Lumpur við þig. Það fyrir allan heiminn. Formið sem við sjáum í Póstlagasögunni var nokkuð degi svona. Fólk tók trú á Jesú. Það iðrast, það snýr sér frá syndum sínum, snýr sér til Jesú. Það tekur skírn. Skírn að hvítasundag, nota bene. Það tekur skírn. Svo fyllist það heilugum anda. Oft á sama deginum. Allt á einum degi. Þú þarft ekki að vera í 20 ár að verða betri manneskja áður en þú fyllist heilugum anda. Þú þarft ekki að hafa lesið Nýja testamentið 10 sinnum. Þú þarft ekki einu sinni að hafa opnað Nýja testamentið. Cornelius, hann var ekki einu sinni, hann fylltist heilugum anda leið og hann eignaðist trú. Hann var ekki einu sinni búin að biðja neina frelsisbæn. Pétur bara ennþá að predika og hann bara vaknar trú í hjartans og sér, þessi Jesús hlýtur að vera frelsarinn og hvað gerist bara? Heilagur andi bara fellur og hann fyllist heilugum anda. Og þá fattar Pétur, já, heyrðu, kannski bara má skýra hann, veitu. Heilagur andi vill mæta þér. Jesús vill úthella anda sínum yfir þig. Þú þarft ekki að vera fullkomin manneskja. Þú þarft ekki að vera með lífið til lagi. Þú þarft ekki að vera 100% á réttum stað. Að þetta náðargjöf. Andlegasta kirkjan í Nýja testamentinu, Korenta, var líka holdlegasta kirkjan. Mestu vandamálin voru í kirkjunni sem hefði flesta náðargjafirnar. Það var ekki það að þau varu orðin svo heilug og frábær. Þau voru í tómu rugli á sömu leiði. En þau höfðu þessi einlægu trú og þau höfðu gríðarlegt hungur. Ég alls ekki, og bara, ég síðasti maður í heimi til að fara að gera lítið úr gildi þess að lifa helguðu lífi. Síðasti maður í heimi til þess. En ávöxtur andans og fylling andans ekki það sama. Ávöxtur andans þegar heilagur andi móta mig og helgar mig og gerir mig líkari í Jesú. Jesús alveg skýr með það. Hann segir, sá sem heyrir orð mitt og hlustar ekki og hlýðir ekki, hann líkur heimsku manni sem byggði hús sitt á sandi. Og þegar flóðu kom, þá féll það hús og fall þess var mikið. Og það fólk, Samson, Gídeon, Davíð, Sál. Einstaklingar og einstaklingar sem getur nefnt í Nýja testamentinu. Einstaklingar sem upplifðu kraft Guðs og fóru fram í krafti Guðs. En þeir byggðu lífsitt á sandi. Og við höfum séð einstaklinga, við höfum séð kirkjur, við höfum séð hreyfingar fara fram í krafti Guðs og byggja stór hús á sandi. Þau tóku kraft Guðs fram yfir heilindi. Þau fóru fram í kraftinum og í gjöfunum, en þau hlustu ekki að kennslu Jesú heilindi og ávöxt andans.
Og það mjög sorglegt til þess að hugsa að þegar ég segir þetta, einstaklingar, kirkjur og hreyfingar, þá örugglega flestir með eitthvað dæmi í huganum, er það ekki? Er það ekki sorglegt? Er það ekki sorglegt að við erum kannski með mörg dæmi í huganum? Það sem við sjáum, fólk fór sannarlega fram í krafti Guðs og Guð var sannarlega að gera eitthvað gott. En það var ekki byggt á klettinum. Það var ekki byggt á orði Jesú helgað líf og heilindi og heilbrigði. Kraftur Guðs virðist nefnilega ekki vera skorðaður endilega við okkar karakter. En þetta þarf að fara saman. Ég vil sjá okkur byggja risahús á Íslandi sem rúmar alls konar kirkjur og kirkjudeildir, sem stenst þegar veðrin koma, sem stenst þegar flóðbylgjan skellur á, að þegar á reynir að þá eru súlurnar á sínum stað, að þá grundvöllurinn lagður, að þá stendur kirkjan og orði Guðs. Og þá eru heilindi á bakvið orðin, þá eru heilindi á bakvið kraftin, að þá lífið í samræmi við boðunina. Kraftur Guðs gjöf, kraftur Guðs til þín. Heilagur andi fellur yfir karla, yfir konur, yfir unga, yfir gamla, yfir alla. Og hann fellur ekki bara einu sinni. Í Efesusbréfinu okkur sagt, verið stöðulega að fyllast andanum. Ef þú skýrðist í heilum anda fyrir 30 árum, þá var það ekki bara að tjekka á checklistanum, biðnir, danðett, keifti með ból. Það er ekki til, það er ekki boði. Stöðulega að fyllast andanum. Þetta líf. Líf í krafti heilags anda. Og það það sem okkur langar að ganga inn í með kennslu í þessu mánuði. Við viljum vera kirkja full af krafti heilags anda. Við viljum að Guð fá að hækka svolítið í okkur. Við viljum að þegar fólk komi hingað inn, þá mæti það ekki bara umgjörðinni sem við eigum, þá mæti það krafti Guðs. Þá mæti það nærveru Guðs. Þá upplifa það kraft heilags anda snerta sig og fái orð töluð inn í líf sitt. Mér langar þegar fólk komið fram til fyrirbænar að það heyri ekki bara fallega bæn. Mér langar að það muni ekki svona eftir hver bað fyrir því. Það muni bara eftir Jesús sem mætti því. Það muni ekki endilega eftir hvað var sagt. Það bara muni eftir hvernig allt breyttist. Mér langar að fólk muni ekki einast eftir hvað var predikað. Það muni bara eftir hvað gerðist. Og það eitthvað sem það stendur á. Það eitthvað sem einhverju stólpar sem Guð leggur inn í líf þeirra. Skulum enda á því að biðja saman, svo trúi ég að bróður okkar sé með orð. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir fyrirheitið heilagan anda. Og Drottinn minn, ég þakka þér fyrir fyrirheitin sem við eigum sem einstaklingar, fyrirheitið sem við eigum sem söfnuður og fyrirheitið sem við eigum sem land, Drottinn. Að þú viljir úthella anda þínum á þessu landi svo að eftir verði tekið alla veröld. Drottinn, að þú viljir úthella anda þínum á Íslandi svo að það hafi áhrif á álfuna og allan heiminn. Og Drottinn minn, við þökkum þér fyrir það og við lofum þér fyrir það. Þú ert ekki bundin af okkar hæfileikum, þú ert ekki bundin af okkar karakter, þú ert ekki bundin af okkur sem personum. Og ég þakka þér fyrir að heilagur andi gjöf. Þakka fyrir að heilagur andi kemur og hann breytir og hann talar. Og nú bjóðum við velkomin heilagur andi. Drottinn, okkur langar að hungra eftir þér. Við þráum, Drottinn, að hafa hungur sem hrópa til þín og við komum fram og við játa, Drottinn. Við erum tómhent, Drottinn minn, og við erum ekkert án þín og við þörfnumst þín og við biðjum nærveru þína. Viltu úthella anda þínum yfir kirkjuna á ný? Drottinn minn, viltu úthella krafti þínum yfir okkur á ný? Drottinn, ég biðjum á skýrir marga í dag í þínum heilaga anda. Drottinn, ég biðjum á glæðir náðagjafir sem hafa legið í dvala árum og áratugum saman. Drottinn, ég biðjum á reisir upp bæna hermenn út allt land, Drottinn minn. Á reisir upp bæna hermenn í söfnuðinum. Á reisir upp stólpa, Drottinn, sem í dag liggja í dvala. Himneski Faðir, við biðjum í Jesú nafni, láttu anda þinn blása yfir söfnuðinn og blása líf í glæðurna, Drottinn minn. Faðir, að það sem bara eftir glæður af náðagjöfum, það sem eftir glæður af snertingu þinni, að það komi eldur og bál á ný. Himneski Faðir, ég biði í Jesú nafni. Viltu úthella andað þínum? Við segjum velkomin heilagur andi. Velkomin heilagur andi. Drottinn minn, við viljum iðrast fyrir að hafa fyllt líf okkar af drasli. Við viljum iðrast fyrir að hafa mettað hungur okkar með því sem ekki seðjar. Drottinn minn, við iðrumst fyrir það að hafa fyllt líf okkar með áhyggjum þessa lífs eða með efnishyggju, Drottinn, eða mörgu sem tekur sæti þitt, svo það ekkert rúm eftir fyrir þig að fylla. Drottinn minn, hjálpa okkur að koma fram fyrir þig, tóm ker, reiðubúin að fyllast, Drottinn, með nóg pláss fyrir þig og anda þinn. Viltu koma heilagur andi og viltu fylla?
Viltu koma heilagur andi og úthellast yfir söfnuðinn? Viltu koma heilagur andi og gefa okkur nýtt bænamál? Viltu koma heilagur andi og gefa okkur nýja rödd til að boða? Viltu koma heilagur andi og gefa okkur ný spádómsorð? Viltu koma heilagur andi og reisa upp trúboða og postula og spámenn og hirða og kennara? Drottinn minn, viltu tendra eld hér í dag sem fer út allt Ísland og tendrar elda í hjörtum margra. Drottinn minn, að það megi vera eins og eldurinn sem breiðist út synurnar á Íslandi í dag, drottinn minn. Að lítill neisti verða miklu báli sem næri yfir allt landið. Það sem fagnarendi fer, ekki eyðandi, heldur lífgandi og græðandi og blessandi. Ó, drottinn minn, ég viljum að vekir í okkur hungur og þorsta eftir þér. Hungur og þorsta eftir nærveru þinni, hungur og þorsta eftir krafti þínum. Og mættum við vera eins og Móse, að þegar hlutirnir fara að gerast öðruvísi en við búumst við, að þegar menn voru að fyllast af andanum annar staðar en það átti að gerast eða var innan rammans, að þá mættum við fagna yfir því og gleðjast og segja bara mætti vera meira af heilugum anda, mætti vera meira af nærveru Guðs, og að allur líður drottins væri spámenn. Himneski Faðir, við biðjum út þessa bæn í dag. Og við biðjum út þitt orð í dag. Viltu úthella anda þínum yfir allt hold, yfir unga og aldna, yfir karla og yfir konur, yfir þá sem hafa fylgt þér lengi og þá sem að taka við þér í dag. Drottinn, viltu úthella anda þínum yfir okkur í dag. Við játum að við þörfnumst þess. Við biðjum að þú fyrirgefur okkur að við höfum verið södd af öðrum hlutum og sátt án þín, drottinn minn. Faðir, við iðrumst þess í dag og við biðjum, Faðir, viltu koma með nærveru þína, með kraftið þín, með smurningu þína, í Jesú nafni. Í Jesú heila nafni biðjum við. Amen og amen. Halleluja. Og að sjálfsögðu þá fyrirbæn eftir samkomuna og ég trúi því að við þurfum ekki að hafa mót og það þarf ekki að vera kvöld og við þurfum ekki að vera upp í koti til að geta fyllst heilugum anda. Ef þú ert hér í dag og þú vilt fyllast heilugum anda, að þá fólk sem vil biðja mér hérna í hliðarsal. Heilagur andi hér til að mæta. Heilagur andi hér til að snerta við þér. Kannski viltu fá snertingu frá Guði við einhverju öðru. Heilagur andi hér til að mæta. Þannig að það fyrirbænir eftir samkomu. Það samverð þetta niður. Ég ætla að bjóða þér, Tómas, með orð til okkar. Það kom til mín að hérna eru þó nokkur sem eru með eymsli í Mjóbaki. Og þeir sem eru með eymsli, þá vil ég hvetja þið bara til að biðja sessunautin að biðja fyrir þér. En það eru hér nokkri sem eru með verki og svona eru mjög tæpir. Og ég vil bjóða þeim sem það á við að koma fram og við munum biðja drottinum að mæta og lækna. Eins það einhver sem með eymsli í olnboga. Mér finnst það að vera hægra olnboginn. Átt erfitt með að svona verkir, þú ert að hreyfa höndina. Ég trúi að drottinn vilji einnig lækna það. Amen. Þannig ef þetta áviðum þig, endilega komdu hérna fram og láttu vita þau kemur fram til fyrirbænar og þú setja að bregðast við þessu orði. Annars skulum við bara dvelja hans áfram í nærveru Guðs með fyrirbænin fyrir fram hérna í hliðarsal. Ykkur velkomið að koma fram strax til fyrirbænar leið og við byrjum að syngja og svo auðvitað hittust við niður í kaffi eftir samkomu.
Já, þá er komið að lokum þessara samkomu okkar í dag. Það er mikið sem að liggur í þessum orðum sem að Helgi hefur predikað til okkar í dag og það er bara dásanlegt að eiga þetta samband við Jesú og heilagan anda ekki síst. Og ef þú hefur ekki upplifað það að eiga heilagan anda sem þinn persónlega vin eða þinn hjálpara og lausnara, þá bara ætla ég að biðja með þér. Og ég hveti líka ef að þú ert óöruggur eða hræddur þá bara gerum við þetta í hræðslu, í ótta en í trú. Heilagi Faðir, drottinn minn, ég þakka þér fyrir að við getum komið fram fyrir þig í gleði, í ótta, í sorg, í einmanaleika eða hvar sem við erum, en við bara bjóðum þig velkomin og við biðjum drottinn Guð þinn heilaga anda, hann fylli hjört okkar núna á þessari stundu. Við fáum að upplifa þið bara persónlega samband við þig, drottinn Guð, í Jesú nafni, í Jesú blessaða nafni. Takk, drottinn Guð. Og ég þakka þér fyrir að hlusta eða horfa og ég býð þig bara velkomin að koma til okkar ef þú ert tökað því, að koma til okkar á samkomu, vera með okkur. Og við megum biðja fyrir þér, biðja með þér og upplýsa þér ef það er eitthvað sem að þú vilt vita meira. Þú getur farið inn á heimasíðun okkar, þú getur hringt á skrifstofuna eða hringt og haft samband. Komdu, ekki missa af þessu frábæra tækifæri að fá að þekka heilagan anda og fá Jesú sem persónlega vin. Guð blessi þig í dag og alla daga. Takk fyrir.